Ég heiti Viðar, kenni eðlisfræði við Flensborg. Ég ætla að sýna ykkur hérna okkur atriðum varma. Varmi í sjálfu sér bara ein tegund af orku. Varmi sem sagt orka. Þessi orka innifalin í titringi sameindana í efninu. Hugsum okkur að hérna sé heitur járnklumpur og í honum eru járnatómin á miklum titringi. Við getum verið með annan járnklump sem kaldur og í honum eru járnatómin á minni titringi heldur en í þeim heita. Ef við setjum þessa tvo járnklumpar saman þá munu þeir snertast hérna á einhverjum fleti og varmaorkan mun renna úr þeim heitari inn í þann kaldari alveg þangað til að þeir eru komnir í varmajafnvægi og búnir að fá sama hitastig. Þannig að báðir fá loka hitastigið T. Og þar með varmaorkan búin að jafnast á milli þeirra. Við skulum kíkja hérna á sýnidæmið þar sem við erum með glas og í því heitt vatn. Já, svoleiðis, það 21 gráða, hérna, 21 gráða. Og út í þetta 21 gráðu heita vatn setjum við núna ísmola. Hann 123 grömm, svona, og við hitastigi -12 þegar við setjum hann úti. Vatnið mun kólna við það að bræða ísinn og reyndar hita hann fyrst og bræða hann svo, síðan hitnar ísvatnið á sama tíma og heita vatnið að kólna. Og við höfum að varmaorkan massi sinnum eðlisvarmi sinnum hitastigsbreytingin ef að hlutur að hitna, en ef að hlutur að breyta fasa þá fáum við aðra jöfnu að varmaorkan þá massi hlutarins sinnum bræðsluvarmi ef hann að breytast úr föstu efni í fljótandi og ellið gufunarvarmi ef að hluturinn eða efnið að breytast úr fljótandi yfir í loftkennt. Nú skulum við setja upp okkar hernaðartækni og segja að heita vatnið að kólna og glasið kólnar reyndar líka. Og hvaða tölustandi á bak við það? Leið og þessi hlutir kólna þá gefa þeir frá sér varma, svo ég kalla þetta Q gefinn, og hann jafngildi því að vatnið sem 734 grömm og það því 0,734 kílógramm. Vatnið hefur eðlisvarman 4186 júl á kílógramm á kelvin og nú kólnar þetta vatn úr gömlu 21 gráðinni og niður í eitthvað loka hitastig T. Sama gerir glasið, það 45 gramm og 45 gramm 0,045 kílógramm. Eðlisvarmi glers 840 og glasið að kólna á sömu 21 gráðunum og niður í loka hitastigi T. Ísmolinn hins vegar, hann byrjar nú á því að hitna
úr -12 gráðum, síðan bráðnar hann og ísvatnið það hitnar upp í lokahitastigi T. Og þá er ísmolinn að þiggja varma, Q-þeginn, sem að jafngildir massa ísins 0,123 kg sinnum, nú er eðlisvarmi ís, hann er lægri heldur en fyrir fljótandi vatnið, 2220 joule á Kelvin á kilogramm, og hitastig ísins er að hækka 12 gráður. Síðan bráðnar ísinn og það er geysilegur varmi sem er fólginn í því. Það er 334.000 joule á kilogramm og að lokum þá hitnar þessi 123 gramma ísmoli sem vatn 4186 upp úr 0 gráðunum og upp í T gráður. Nú setjum við þessa tölur saman vegna þess að varmi gefinn er jafn mikill eins og varmi þeginn og þessar tölur verða þess vegna jafn stórar. Ef við tökum nú aðeins til í tölunum þá getum við byrjað á því að sjá að vatnið og glerið saman búa til svokallaða varmarýmd og varmarýmd glers og vatns getum við reiknað út samanlagt að sé 3110 joule á Kelvin. Og getum við gert fleira. Við getum reiknað hér að varminn sem að fór í það að hita ísmolann og að bræða ísmolann er hún að reikna það út að það muni vera 44.359 joule. Jæja, það þýðir að sá varmi sem við erum með hérna gefinn, það er 3110 sinnum 21 mínus T, þetta er hitastigsbreyting á gleri og vatni og þetta á þá jafngilda því að ísinn hafi hitnað og bráðnar 44.359 og síðan þurfum við að hita ísinn upp í hitastigi T og ég er svo sem líka búinn að reikna út að sú tala hérna hún er 515 þannig að það eru 515 T sem bætast hérna við. Ef við leggjum nú saman T-in 515 og margföldum upp úr sviganum vinstra megin þá fáum við pluss 3110 T út úr því en varminn hérna 3110 sem 21 eru 65.317 og frá hinum endanum fáum við mínus 44.359. Svona. Þegar við einangrum T-ið
Þau eru hérna samtals 3625 þessi T. Svona. Og tölurnar hérna 20.958 og deilingin hún gefur okkur 5,78 sem að við getum sagt með góðri nálgun að sé 5,8 gráður á Celsius. Þetta er loka hitastig blöndunar. Nú ertu búin að læra nógu mikið til þess að fara hérna í æfingadæmin og þau munu núna koma í